á Facebook því að maður gleymdi að kveikja á míkrófóninum, það var alveg gaman að því. En já, þannig að ef við finnum köllun til að fara út í náttúruna, að gera það endilega og sjá hvert það leiðir okkur. Og bara njóta að gefa okkur þennan tíma, gefa okkur, setja okkur í þann forgang sem að það við þurfum. Já, ég með eina hugmyndreind. Já. Því nú erum við búin að segja mjög mikið meðan að slökta okkur að við ætlum bara að ljúka útsendinguna á Instagram og við skulum bara endurtaka eins þá við höfum verið að segja á Facebook. Svo við eigum þetta allt saman. Við komum aftur, takk. Já, það er ekki slökkum, við bara klíkum þetta. Við erum enda á Facebook. Ok, byrjum upp á nýtt. Já, let's go. Ok, herðu, við erum komnar. Þetta er rosa skemmtilegt. Þetta er alltaf áhættuatriði. Og skemmtilegt að lenda í svona. Byrjum upp á nýtt. Skemmtilegt að fá þetta umræðefni. Já. Einfaldlega því við vorum að setja út hugleyslu-pakka en tengist náttúrunni. Já. Og þar hugleyslu-pakkinn snýst það að fara út í náttúruna. Það eru 4 hugleyslu sem að leyfa okkur í tengingar við ólík fyrirbæri í náttúrunni. Og þar erum við ekki að tengja okkur við náttúruveru sem slíkar, heldur bara hreinlega að vera í náttúrunni og tengjast plöntum, trjám, steinum, vatni og öðru slíku. Og í pakkanum er líka hugleysla sem leiðir okkur inn að kristallmóður jarðar. Og það sem alltaf svo frábært að náttúran er ólík af þessum ólíku stöðum sem við förum á. Við erum með ólík tré, við erum með ólíka plöntur, með ólíka steina og kletta og allt þetta. Og við getum farið í ólíku lönd og það er hægt að upplifa þetta alltaf á mismunandi stöðum. Og náttúran er náttúrulega svo ótrúlega mikill heilari. Og ég hveti ykkur að við hafið ekki lesið til dæmis pistilina Beggu sem birtist í morgun á síðun okkar að gera það og lesa hvað náttúran hefur gert fyrir hana. En það sem við erum að sækja náttúrulega helst þegar við förum í náttúruna, það er þessi ró og þessi tenging í rauninni þegar við erum öll komin af jörðinni og jörðin er partur af okkur en vegna svona hraða samfélagsins að þá erum við mörg hver dottin úr sambandi við hringrásin náttúrunnar. Og jörðin, það sem jörðin er svolítið að gera núna, það er að kalla okkur aftur heim. Og þess vegna erum við að finna fyrir svona á djúpri þörf til að fara út í náttúruna. Af því að hringrásir náttúrunnar, alveg eins og hringrásir tunglsins og annars, þetta eru okkar hringrásir og við þurfum svolítið að tengja við þær. Það er alveg eins og við höfum talað áður, bara í desember er kannski ekki tíminn til að vera með allt á full. Það er bara ekki þannig að það er ekki rétti tíminn, það er tíminn okkar til þess að fara inn á við, þetta dimmasti tíminn, við þurfum á hvíldinni að halda, við þurfum á ró að halda. Og þessar hringrásir verða svo miklu augljósari þegar við erum að verja tíma í náttúrunni. Og þessi tenging og það að tilheyra, eins og segir við tilheyrum jörðinni og hluti af okkar orku, eins og jarðarstjarnan sem er okkar jarðtenging, er hluti af okkur en líka hluti af jörðinni því að hún er undir illjónum leið og við erum komin út þá er hún ofan í jörðinni og hún öllist. Eftir því sem að við erum meira úti í náttúrunni. Já, og fyrir utan það í einum af okkar miðlunum hefur komið fram að jarðarstjarna allra, allar jarðarstjörnur, allra lifandi vera á jörðinni tengjast saman og mynda net sem þýðir í raun að við erum öll partur af heim. Já. Og fyrir þau sem að glíma við kannski með þetta finnast þau ekki tilheyra að þá að ná þessari djúpu tengingu og finna þessa sameiningu er alveg mögnuð tilfinning. Og þetta er eitthvað sem við þurfum á að halda. Já. Og það að hafa góða og sterka jarðtengingu er bara grunnur af því að geta lifa góðu lífi á jörðinni. Því að ef við höfum ekki sterka jarðtengingu, þá fer hausinn á fullt og hausinn fer að stjórna svo miklu. En það sem náttúran gerir er að hún róar taugakerfið og hún hjálpar okkur að ná svona þessum fókus sem við þurfum á að halda. Já. Og rannsóknir hafa sýnt að það að ganga til þess bergfætt út í náttúrunni, það er minnka bólgur líkamann og róar taugakerfið, laga meltingu og ýmislegt fleira. Þannig að það er margt til þess að vinna með því að vera út í náttúrunni. Og þá þarf ekki alltaf, eins og ég kom aðeins inn á hérna áðan, í fyrri upptökunni, sem ekki var hljóðan, að fyrir okkur sem hafa glímt við þunglyndi, að eitt af því sem er oftast sagt við okkur, já, bara fara út að labba. En
þetta snýst ekki endilega bara að fara út að labba, heldur getur bara keyrt upp á næsta tré og sest niður þar og tengst því. Þetta snýst ekki að labba, heldur bara að vera og að finna og að tengjast. Eitt af mínu uppáhalds hlutum að gera þegar ég finn fyrir streitu eða kvíða, fyrir utan það að grípa kristallanum minni kannski, að fara bara út og bara leggjast á jörðina. Skiptir engu máli þó að sé snjór og frost bara eða blautt eða hvað. Ég bara klæði mig hefi, ég fer og labba oft reyndar, en að leggjast á jörðina. Og það kemur líka bara á óvart hversu mikið líf í jörðinni yfir harðasta vetrartíma. Það alltaf, maður finnur alltaf orku í jörðinni. Það hægt að finna og hvernig jörðin styður við bara og leyfa öllum þessum tilfinningum, öllum þessu allri streitinu og kvíðanum bara leka úr og jörðin, hún tekur við og hún breytir. Hún einstór efnislega fyrir okkur á orku, hún tekur við allri erfiðri orku og breytir henni í eitthvað gott. Hún notar hana til þess að láta eitthvað annað vaxa og dafna. Af því hún svo mögnuð og við tölum oft að heila jörðina. Við erum í rauninni að heila okkar eigin orku sem við höfum skilið eftir einhvers staðar sem eitthvað sem við mennirnir þurfum að vinna. En jörðin getur endurunnið þetta allt. Og við höfum góða reynslu af því að hvað gerist ef við förum markvisst að fara upp í náttúruna og tengjast henni, því þá fyrir jörðin að tala við okkur. Og stundum erum við skilaboð bara persónulega til okkar sjálfra, stundum eitthvað sem að varðar umhverfið eða hvernig við getum hjálpað jörðinni annaðhvort í þessu svona físíska formi eða þá orkulega. Og það ævintýri hefur leitt okkur til dæmis í mjög spennandi ferðalög Ísland og önnur lönd til þess að sem að jörðin hefur kallað í okkur til að vinna ákveðna vinnu. Og þá hún að hjálpa okkur að heila orku mannanna og kannski okkar jafnvel forfeðra og ættarlína og fyrirlífa og þetta svo margar tengingar sem eru þarna. Jörðin að hjálpa okkur, hún alltaf að styðja okkur og það veri í þessari tengingu í því samfélagi sem við búum í dag, því það umbreyting í gangi og kannski getur virst hún vera hæg, en það samt umbreyting í gangi og þess vegna titringur. Það eru margir farnir að hugsa meira heldur en bara það sem okkur sagt og alls konar og það ýtir við okkur. Stundum kemur út frá því þegar við förum að sjá að hlutirnir ekki alltaf eins og þeir eru kannski birtir í fjölmiðlum eða okkur sagðir, við förum að spyrja spurninga, þá kemur oft þessi togstreita, kemur oft streita og annað, þá ofboðslega mikilvægt að fara út í náttúruna. Við fengum einmitt spurningu tengda þessu viðfangsefni jarðarstjörnuna og tilgang hennar, en eins og ég sagði áðan, hún hluti af okkur, hún hluti af jörðinni. Við jarðtengjum okkur í gegnum hana, þó að það hafi verið í gegnum rótarstöð hér áður. Og hún neðst í raun þessum 12 orkustöðum sem byrjaðar að vinna með þegar við erum að vinna okkur inn í það að fara inn í 5. víddina. Við höfum miðlað upplýsingar upplýsingum hvað margar viðbót. 5 viðbót sem við lærum á framhaldsnámskeiðin okkar. En af þessu 12 orkustöðakerfi þá jarðarstjarnan neðst og hefur það hlutverk að halda tengingunum við jörðina. En hún getur líka verið óvirk. Það ekki nóg að hafa bara jarðarstjörnu, og það að rækta tengingarnar og að sjá hreinsana. Ég finn rosalega mikið mun, við getum alveg tala bara jarðarstjörnuna í langan tíma, en kannski bætum því á listan okkar. En bara það, ég finn mikið mun bara að missa kannski út 2 daga að fara út og þá finn ég strax mun á virkni á jarðarstjörnunni. Því að hún eflir svo mikið við að fara út og þá ég ekki að tala bara að ganga berfætt, þannig heldur bara fara út í náttúruna og að tengjast henni meðvitað. Það besta sem ég veit að jarðtengja mig úti, að því ég finn hvernig jarðarstjarnan eflist á orku náttúrunnar. Og svo líka bara ótrúlegt hversu ofboðslega góðri slökun taugakerfið okkar nær, bara með því að sitja, liggja, vera út í náttúrunni. Og bara leyfa okkur að fylgjast með því sem að gerast þar. Fylgjast með fuglunum fljúga, hlusta á hljóðin í þeim, fylgjast með flugum, kóngulóm, sjá hvað í gróðurinn komið, hvernig hann hreyfist. Og allir þessi litlu hluti sem að leiða hugan okkar út úr þessum stanslausa rústíbarna sem hann alltaf í. Við náum að slökkva á honum og bara vera. Og mér finnst alveg magnað alltaf að leyfa bara að opna skynjunina og finna allt sem í gangi í náttúrunni. Það ótrúlega mikið, en það verður samt aldrei of mikið einhvern veginn.
að tengja við og að finna og þannig verður þessi tenging við hringrás þetta náttúrulega miklu sterkari og þessi tenging við allt lífið og þá leið verður náttúrulega virðingin fyrir lífinu líka öðruvísi og meðvitundin jörðina og hennar mikilvægi. Já, svo getur það bara verið svolítið skemmtilegt svona rannsóknarefni að þegar maður út í náttúruna og kannski að taka eftir einhverju ítrekka. Eins og ég undanfarin skipti sem ég fer út í náttúruna, ég heyri alltaf í rjúpu og stundum á stöðum þar sem ég bara, það getur ekki verið rjúpa hér, en samt heyri ég alltaf í rjúpu. Þannig að þá bara, ok, ég ætla að gá hvað rjúpan stendur fyrir og skoða það, bara hvað náttúrun að segja mér með því að vera alltaf að láta mig skynja eða upplifa rjúpu. Og svona tala náttúran við. Ég alltaf að sjá svona köngulóna, eða eins könguló eða sama blómið eða eitthvað mynstur eða tákn eða hljóð og vera svolítið vakandi og forvitin. Þetta rannsóknarverkefni og vekur svo ofboðslega margt. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að bara prófa. Svona barnslegt forvitni. Já. Þarna getum við leyft okkur að bara vera í barnslegu forvitni. Og slekka á öllu öðru. Bara hafa gaman og njóta og leyfa náttúrunni að næra okkur eins og hún gerir. Og ég tala nú ekki ef við erum komin í að fara í hugleiðslu og þetta vera í náttúrunni ákveðin hugleiðsla en líka bara að efla þessar tengingar. Að styrkja og taka inn það sem við getum frá náttúrunni því hún eins og við ítrekka búin að segja, hún hérna til þess að styðja okkur. Hún tekur við, hún endurvinnur fyrir okkur og þetta kveikir á svo mörgu og bara þessi líðanin getur breyst svo mikið við það að vera úti, við það að stunda það að bara vera úti í náttúrunni og það þarf ekkert meira en að setjast á næsta bekk eða eins og þú sagðir, fara næsta tré eða annað. Við getum alveg verið inn í borginni en samt verið í tengingu við náttúruna. Því það gras, það eru tré og það sé oft gott að fara aðeins lengra, en við þurfum samt ekki að setja það fyrir okkur að gera þetta, að fara út og að njóta og að tengja þó það sé umferð nálægt eða þó það sé mikið að gangstétt og annað. Það bara þessi tenging við náttúruna, hún svo hrein og tær og fyrir kannski fólk sem var erfitt með að treysta og opna hjarta, að fara að prófa að fara út í náttúruna og bara halla sér upp á tré og leyfa hjartastöðuna opna. Bara prófa, leyfa hjartanu aðeins að gæjast út og tengjast þessum dásamlegum verum sem þarna í kring. Því náttúran bara kærleikur, ekkert annað. Alveg tært. Já. Styður okkur endalaust og þannig að við bara, Já, ég ætla að segja, svo getum við náttúrulega alveg tekið fullt af viðskiptaspjalli að ræða allar verurnar sem við getum fylgt í náttúrunni, drekana og álfana og huldufólkið og orkusveimina og ég veit ekki hvað. Það nú þess að segja, það opnast heill heimur. Við fara í þessar tengingar og það svo magnaður heimur sem að gefur okkur svo ótrúlega mikið, oft svo miklu meira heldur en margt af því daglega sem í kringum okkur. Kannski eitt að lokum, ef þú áttir uppáhaldsstað í náttúrunni, reyndu að finna út af hverju þetta uppáhaldsstaðurinn. Hvað það sem dregur þig á þennan stað og af hverju hann mikilvægari en aðrir staðir? Hvað liggur þarna bak við? Farðu heimsóttu staðinn og bara tengst honum og sjá hvað hann vill segja þér. Cool. Yes. Þannig að njótum við náttúrunnar. Já. Og við minnum aftur á hörnstapakkan. Já, tengjum náttúrunni á vefnum okkar og njótið þess að vera úti í vorinu. Takk fyrir í dag.